Courtyard by Marriott flugvallarhótelið í Reykjanesbæ var að opna fyrir tæpu ári síðan þegar heimsfaraldur skall á. Þessi tími hefur því verið sérstakur hjá starfsfólki og stjórnendum fyrsta Marriott hótelsins á Íslandi, en það er rétt við Keflavíkurflugvöll. Við hittum Ingvar Eyfjörð, framkvæmdastjóra Aðaltorgs, aðaleiganda hótelsins, og ræddum líka við hollenskan hótelstjóra þess, en hann segir Ísland hafa mikla möguleika þegar ferðamenn fara aftur á stjá. Ingvar, 7. janúar, þetta er stór dagur hjá ykkur hérna sem er það hefja hófið fyrir nokkru síðan rekstur á þessu stóra hóteli. Já, nú komum við að því. Við ætlum að opna hótelið formlega. Við erum auðvitað búin að vera opin síðan 1. október en með svona takmarkari þjónustu. En nú ætlum við að opna fyrir almenning og við ætlum að opna með því að opna veitingastæðin okkar, The Bridge, sem er bar og veitingastæður sem er hérna á baki okkar. Það er svolítið skref hjá okkur. Nú er það að fara bara að hleypa fólki hérna inn, þannig að Suðurnesjamenn og Íslendingar geta komið hérna og fengið sér að borða og veitingar. Þannig að er það búið að vera í undirbúningi núna í eitthvað tíma? Já, við erum búin að vera með þetta, auðvitað höfum við haft talsverðan tíma frá því að við töluðum saman síðast að það var síðasta vor, að þá erum við búin að auðvitað hugsa það hvernig við ætlum að gera þetta. En það er búið að leggja í talsverðan undirbúning og gera þetta svona með þeim hætti að við virðum það umhverfi sem við erum í dag og reynum að taka mið af því. Það er auðvitað ekki auðvelt eða einfalt að opna veitingastað á þessum tíma. En ég held að við höfum gert þetta með þeim hætti að við getum verið stolt af því að bjóða fólki inn núna, loksins. Og við töluðum saman, spjöllum hérna saman í byrjun apríl í fyrra og þá var svona COVID nýbyrjað og það er búið að gerast mjög margt síðan. Hvernig var árið hjá ykkur? Ég sagði þegar þú komst hérna síðast, þá sagði ég að ég gerði ráð fyrir að ferðamennin kæmi í vor. Og ég held að ég ætla bara að standa við það. Bara árið síðar? Þó að það sé árið síðar. Nei, þetta er auðvitað búið að taka á, en það er, ég held að allir sem eru í viðskiptum þeir gera sér grein fyrir því hvað við erum að glíma við. Og það er bara okkar að svona halda sjó og gera okkur klára í það að opna aftur, en þó vonandi varlega og gera þetta með ábyrgum hætti. Og ég held að við Íslendingar allir, við höfum staðið okkur vel í því að svona halda þolinmæðinni og missa okkur ekki alveg í væntingarnar. Og ég held að alveg með sama skapi, væntingarnar núna eru ekkert endilega að galopnist allt. Við sjáum alveg hvernig ástandi er út í heimi, það er ennþá slæmt ástand, við þurfum ennþá að fara varlega og við ætlum okkur að gera það hérna, en við þurfum líka að leyfa okkur að lifa og leyfa okkur að njóta og taka svolítið þátt í þessu, en þó svona með ábyrgum hætti. Ég vil ekki hljóma of svona einhvern veginn klisjukenndur, en þið voruð í risastóru verkefni að byggja þetta stóra hótel og gerðu ykkur náttúrulega engagarinn fyrir því að heimsfaraldur væri að koma hérna. Þegar þú horfið tilbaka, er þetta ekki búið að vera náttúrulega alveg mjög sérstakt, vægast sagt? Jó, ég held að... Með þessa stóru fjárfestingu. Þetta fer auðvitað í reynslubankan hjá öllum, það er alveg klárt mál. En það er líka á svona tímum sem að reynir á allan innra kerfið í þessu öllu saman hjá okkur. Og við höfum haft alveg svakalega sterka bakhjarla sem á staðið við baki okkur, sýnt þessu skilning alla leið, hvort sem að það eru lánveitendur eða hluthafar eða samstarfsmenn. Þannig að ég held að við erum allan svakalega þakklátt fyrir það að geta verið að standa hérna fyrir fram að núna og segja við ætlum að opna. Eitt af því sem þú nefndir í viðtalinu hjá okkur í fyrra var að þú hefur mjög mikla trú á Reykjanesinu sem ferðamannastað og þú vilt fá ykkar gesti meðal annars til þess að fara hérna niður í bæ og það er ennþá þín skoðun? Já, það er alveg klárt mál. Ég held að við höfum alveg helling upp á bjóða hérna núna og sérstaklega núna. Ég held að þessi ágæta veira sem við erum öll orðin svolítið þreytt að hún hefur kennt okkur ýmislegt, og eitt af því sem er alveg klárlega tækifæri okkar hérna, það er að við erum með ofboðslega náttúru hérna og það er rosalega stutt í hérna og það er minni nálægð hér heldur en víða annars staðar.
Þannig að ég held að þetta svona fær okkur frekar í áttina því að geta orðið áfangastæður og áningarstæður í rauninni. En svona lokum, þið eru tengdir Marriott merkinu. Hvaða tilfinningu hefur fyrir því svona hvað önnur Marriott hótel út í heimi að gera? Eru þau á svipuðum stað? Við fáum mikla fréttir frá Marriott og Marriott fylgist mjög vel með og þeir það mjög mismunandi hvað að gerast í heiminum og við fáum svona mismunandi fréttir. Það þetta ástand hérna í Vesturheimi, getum við sagt, mikið ástand. Það betra Asíumegin hjá þeim, en þeir fylgjast mjög vel með okkur og hafa sýnt þessu mikinn skilning og veitt okkur mikinn stuðning. Hollendingurinn Hans Prins, hótelstjórinn á Courtyard by Marriott í Reykjanesbæ, hefur starfað í hótelgeiranum síðustu 10 árin, en síðustu 6 hjá Marriott keðjunni og þetta 5. hótelið sem hann stýrir við opnun. Yes, I started 10 years ago. I work for Marriott now 6 years, and this is my 5th hotel opening. So this must be a little different from the others. Absolutely, and not in the last place because it's Iceland. Well, can you tell us about the service and the food that you will be offering here? Well, the service and the food, I think, will lift up the standards of Iceland. We are very happy to come into the market with the first Marriott hotel in Iceland. And we are hoping to service the guest, with other words, to take care of our guest. Hann segir að mikil áhersla verði lögð á gæði og þjónustu og það muni hækka gæðastaðlinn á landinu, en þetta fyrsta Marriott hótelið á Íslandi. Á því eru 150 herbergi, auk fundarherbergja, veitingastaðar og bars. Við spurðum hann hvort viðskiptavinir megi eiga von á einhverju meira en þeir eru vanir þegar þeir koma á Marriott hótel. Yes, I think there is an added value for the guests to come. It's not only to enjoy the food, but also the service. Besides that, we have meeting rooms available for the market, as well as 150 hotel rooms. What about the coming future? Of course, this has been very special coming here in a COVID year. How will you be dealing with that in the next weeks, months and years? Well, Courtyard is a brand of Marriott, 1 out of 30, that is a select brand and is dealing very well in difficult economical times due to the fact that the price and the quality in service is very stable. Besides that, I think that we will travel again and hopefully in 2021. Therefore, we want to be the pioneers in setting the standards. So you are optimistic and waiting for tourists to come? Yes, absolutely. We think that the vaccination program started. We are ready for the local market. And obviously we will be ready for the coming future when tourism is coming back to Iceland. Courtyard eitt af 30 merkjum Marriott hótelkeðjunar þar sem lögð áhersla á stöðuleika í verðlagningu og þjónustu, en hann segist bjartsýnn á framtíðina og ákveði frumkvöðla starf á Íslandi. Hótelið sé tilbúið til að takast á við komandi tíð bæði fyrir heimamenn og erlenda ferðamenn og hann bjartsýnn. Hann segir Ísland afar heillandi land á marga vegu, en hvað hefur komið honum mest á óvart hér á Íslandi? Well, I can tell you that I worked in several places in the world, but Iceland really struck me. I feel happy. The culture is absolutely very fascinating. And from the hospitality point of view, I think there is still a lot to learn and to do. And that is what you think tourists will also say? Absolutely. I think that Iceland will be one of the gateways in Europe that people will go to in the future. It has everything that you need to have when you want to have a very good holiday. It can be a good business destination as well. And I think that we saw it in the previous 10 years, that the lift up will start soon. Hann telur Ísland hafa mikla möguleika og að ferðamenn muni flykkjast til Íslands að loknu COVID.